Jóhann. Þetta mikilvægt mál, þetta lítur betur út en það gerði, en ekki með sömu rökum hægt að segja sem svo að forsetinn eigi bara yfir höfuð að vísa öllum málum sem ekki víðtæk sátt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Nei, það alrangt, enda ef þú lest yfirlýsinguna og skoðar hana grannt, þá grundvallar forsenda þessarar ákvörðunar að þjóðin fór með löggjafarvaldið ásamt Alþingi í þessu máli og stjórnarskrá lýðveldisins á þann veg að Alþingi fer ekki alfarið eitt með löggjafarvaldið, heldur getur þjóðin komið að því. Og þó að þetta sé að einhverju leyti nýir samningar, þá þetta að mörgu leyti sama málið. Og eins og ég segi skýrt í yfirlýsingunni, ef að annar löggjafinn sem hefur fjallað það á nú einn að ráða niður lögum þess, í ljósi aðdragandans í þessu sérstaka máli, að þá þarf að vera nokkuð víðtæk sátt í samfélaginu það. Og ég tel að, eins og ég geri grein fyrir, að svo sé ekki og leiði fram rök að því. Auðvitað málið á margan hátt erfitt og eins og ég sagði hér fyrir nokkrum dögum síðan, þá hefur þetta ekki verið einföld ákvörðun og margir þættir í henni. Ég vík aðeins að þessum nýju samningum í yfirlýsingunni og þar kemur fram að þeir eru tvímælalaust hagstæðari og margan hátt betri heldur en þeir sem voru áður. En hins vegar þegar búið að hugsa sig í gegnum málið, þá stendur eftir þetta grundvallaratriði að þjóðin fór með löggjafarvaldið í málinu. Málið væri ekki á dagskrá nú ef þjóðin hefði ekki beitt löggjafarvaldi sín á þennan sérstaka hátt og til þess að hún geti verið sátt við niðurstöðuna þarf auðvitað að vera víðtæk samstaða það að Alþingi ljúki málinu eitt ef að það á að vera þannig. En það eru tveir löggjafar í landinu? Já, eins og stjórnarskráin og ég þarf ekki að vísa því fyrir þér enn og ný, að þá stjórnarskrá Íslands á þann veg að Alþingi fer að öllu jöfnu með löggjafarvaldið nema í þeim tilvikum þegar forseti vísar málum til þjóðarinnar, þá fer þjóðin með löggjafarvaldið ásamt Alþingi og hennar ákvörðun endanleg. Stjórnarskrá lýðveldisins alveg skýr í þessum efnum. Já, þú fáir ekki síðustu spurninguna, fyrst þú fékkst á fyrstu. Þú þjóðkjörinn. Já. Þú hefur fengið vald frá þjóðinni, þar sem þú situr á Bessastöðum. Það hefur þingið líka. Þar eru 70% þingmanna sem hafa samþykkt samning. Þú hefur vald samkvæmt stjórnarskráni til þess að setja niður pennan og skrifa undir eða gera það ekki. Þetta ekki rétt skilið hjá mér? Jú. Já. Af hverju treystur þér ekki til þess að fara í samræmi bara við 70% þingsins? Ég búin að svara því nokkru sinnum og ég get gert það einu sinn enn. Hvað sem þú vilt átta því á því ekki að voru þetta tvenns konar atkvæðagreiðslu á þinginu. Ég að spyrja efni málsins sem að þú hefur sagt. Já, ég ekki að taka afstöðu til efni málsins. Mitt það hlutverk að taka afstöðu til hinnar lýðræðislegu stöðu málsins. En þú hefur talað efni málsins. Já, en fyrst þú ert að tala á erlendri grunn til dæmis. Já, þá vil ég bara rifja upp hjá hann. Að hér á Bessastöðum þegar ég tók mín ákvörðun fyrir ár síðan, þá gerir þú mikið mál úr því og fannst það nokkuð sniðugt hjá þér að ég hefði valið sem sagt hinn public will, eins og þú kallaðir það, fram yfir þína efnislegu hagsmuni málsins. Ég vona að þú sért það sanngjarn að átta þig á því núna að sú ákvörðun sem ég tók fyrir ári síðan, hún líka styrkti efnislega þætti málsins. Hún tvímælalaust leiddi af sér mun hagstæðri niðurstöðu fjárhagslega og efnislega í hinu nýja samningi heldur en áður. Þannig að svona uppstillingar eins og þú ert með núna og þú varst með fyrir ári síðan eru bara einfaldlega í ljósi sögunar ekki réttar og ég vona að við höfum báðir manndóm og getur til þess að horfast í augu við það að svo uppstilling sem þú varst með fyrir ári síðan, hún ekki eins rétt.